skulum byrja á að líta á annan af algengustu möguleikunum fyrir hvítan eftir A6 sem þessi leikur hérna E3. Traustur leikur og einfaldlega bara opna fyrir biskupnum og undirbýra virkja hann á D3. Og hér best að leika B5 og ráða strax gegn miðborði hvíts. Og þá á hvítur tvo möguleika. Annars vegar að loka miðborðinu með að leika C5 og hins vegar að leika hérna B3 og að halda spennunni í miðborðinu. Ef við byrjum að líta á hann C5 leik, leið og hvítur leikur C5 í þessu afbrigði þá ætti svartur strax að reyna að huga því að brjóta upp miðborðið að mínu mati. Annarkvort með að leika hérna E5 eða B6. B6 ekki möguleiki eftir B5 þannig að E5 verður þá aðalplan svarts í stöðunni. Riddari bjöld D7 og hér eru aftur tveir möguleika fyrir hvítan. Hann getur leikið B4 með hugmyndinni að brjótast fram á drottningavagnum með A4 eða hann getur leikið hérna biskup D3. Og eftir biskup D3 ætti svartur strax að leika E5 sem hótar auðvitað að leika E4 þannig að hvítur verður að bregðast við þessu með að drepa á E5. Og eftir riddari drepur E5 og riddari drepur E5 og D drepur E5 getur svartur leikið riddari G4. Annar leikur í þessari stöðu er riddari D7. Svo sjá maður í skákinni Anand Aronian frá árinu 2009 sem Aronian vann glæsilega. En ég held nú samt að riddari G4 sé aðeins nákvæmari leikur. Aronian leikur nú líka í skák gegn Gelfand sem hann vann mjög smekla. Hér getur komið F4 og biskup drepur C5. Við sjáum að eftir E5 og D drepur E5 þá verða bæði þessi bæði peð á E5 og peð á C5 mjög veik og svartur nær að mista kosti öðru þeirra. Þannig eftir F4 og biskup drepur C5 og drottning F3 og drottning B6 þá svartur strax farin að setja pressu á hvítu stöðuna. Og hér lék Gelfand kongur E2 gegn Aronian og eftir riddari H6 sem dálítið mikilvægur leikur sem hótar biskup G4 og hugmyndin náttúrulega með þessu leik er að virkja riddarann svo hann sitji ekki eftir, koma hann jafnvel á F5 setna mér. Hér verður hvítur að leika H3 til að stoppa biskup G4 og þá kemur riddari F5, G4 og riddari E7. Svartur hefur tapað smá tíma með riddarannu sínum og það er mjög mikilvægt fyrir svartan að vera dálítið fljótur að búa sér til mótspil í þessari stöðu og það er alveg tvær leiðir til þess að gera það. Önnur er að hrókara stutt og leika F6 til þess að opna stöðuna með hvíta kónginn á miðborðinu og hin leiðin er að leika peðunum á drottningavagnum áfram og virkja hvítrita biskupinn á A6. Svartur hefur góð færi að mínu mati. Lítum þá aftur á þennan leik hérna B4. Hugmynd hvíts er eins og ég sagði áðan að leika A4 og þess vegna er mikilvægt fyrir svartan að ráða strax á peðakæðina og leika A5. Þetta verður hvítur að drepa, hann getur ekki leikið A3 og svartur drepur tilbaka og þá biskup D2 og B4. Og hér á hvítu tvo möguleika, hann getur bakkað með riddarann niður á B1 eða farið með hann á E2. Eftir riddari E2 kemur riddari E4, riddari C1 og riddari drepur D2, drottning drepur og svo þessi leikur hérna E5. Svartur fær strax mótspil og reynir að brjóta upp hvítu peðakæðina. Eftir riddari B3 kemur drottning A4 og riddari drepur E5, riddari drepur E5 og D drepur E5 og núna þessi skemmtilegi leikur hérna drottning drepur B3 eins og teldist í skákinni Vangju Dmitri Yakovenko og eftir A drepur B3 leik Yakovenko hrókur drepur A1, kongur E2 og hér kallar þessi leikur hérna biskup A6 á mann en svartur þarf að passa sig á leikunum ekki hann væri mistök vegna þess að eftir biskup A6 skák og kongur F3 og hrókur drepur F1 sem lítur vel út fyrir svartan þá ákvítur hann að leiðenda leik hérna drottning A2 og eftir hrókur drepur H1 kemur drottning drepur A6 og svartur lendir í vandræðum þó hann sé með tvo hróka biskup fyrir drottninguna vegna þess að peð á C6 fellur sjáum eftir kongur D7 kemur drottning B7 skák og hvítur drepur á C6 og hvíta C-peði verður greiðlega hættulegt í framhaldinu. Í staðinn fyrir biskup A6 í þessari stöðu er betri leikur biskup drepur C5 eins og Yakovenko lék og svartur hefur gríðarlega góð færi fyrir liðið sem hann hefur fórnað. Biskupinn er á leiðinni á A6 á eftir, svartur hrókarar og virkjar hinn hrókinn sinn og hvítur á erfitt með að
þróa stöðuna sína. Í staðinn fyrir riddari E2, eins og teldist í þessari skák, þá getur hvítur líka leikið riddari B1 og þá er best fyrir svartan að leika strax riddari E4 eins og áðan, og eftir biskup E2 hér getur komið E5, stutt hrókun og biskup E7, og mínum mati hefur svartur mjög góð færi þessar stöðu. Biskupinn á leiðinu á F6 og það sem að hvítur er svolítið inni króað með mennina sína á drottningavangnum, þá getur hann lent í smá vandræðum á þessari skálínu. Í sumum tilvikum getur svartur verið að hóta í að drepa á C5 eftir að hann búinn að taka á D4. Góð færi fyrir svartan hér. Eftir riddari E4 getur líka komið A3 og þá ætti svartur að drepa á D2 og nota tækifærið og bakka með drottningunni sína á C7 þar sem hún stendur ákaflega vel. Við sjáum að AP leppur í þessari stöðu og með drottningunni á C7 þá styður hún vel við E5 framrásina. Hér getur telst biskup D3, E5, riddari B3 sem valdar hrókin á A1 og hótar að drepa á B4, og hér ætti svartur að taka á A3 og virkja svartölda biskupin sin hérna með að leika G6, þetta með hugmyndinni biskup G7, hrókar á stutt og hafa hrókin á E8 til dæmis, hefur biskupaparið og fín færi á miðborðinu hér. Förum aftur tilbaka í þennan leik hérna B5. Við vorum að skoða hvað gerist eftir C5 og við skulum líta núna á þennan leik hérna B3. Hér ætti svartur nota tækifærið og virkja hvítarðabiskupin sinni út fyrir peðakjöfuna með að leika biskup G4. Og hér getur komið biskup E2 hjá hvítum sem er svona traustu leikur en er nú ekkert sérstaklega hættulegur fyrir svartan. Svartur þróa stöðuna sína með að leika E6 og riddari B til D7 og eftir H3 bakka með biskupin á H5 og stillir biskupin sínum upp á D6. Riddari E5 er algengur leikur í þessari stöðu sem leiðir af sér töluverðu uppskipti eftir biskup drepur E2, riddari drepur E2. Við sjáum eftir drottning drepur E2 þá bara hirðir svartu peðið á E5. Þannig að hvítur drepur hér með riddara og þá kemur B drepur C4, B drepur C4 og stutt hrókun. Svartur er ekkert smeykur að skila peðið sitt eftir á C6. Við sjáum að svartur situr eftir með svartöldabiskupin sem er góður í þessari stöðu. Svartur er búinn að uppskiptum á hvítarðabiskupunum og ef að hvítur drepur á C6 þá kemur drottning B6 sem hóta bæði riddaranum á C6 og biskupinum á B2. Hvítur verður þá að leika C5 og þá kemur hérna þvingaformalt drottning drepur C6, C drepur D6 og hér er þetta mikilvægt fyrir svartan að drepa ekki strax á D6. Ef að svartur drepur á D6 þá kemur drottning D3 sem hótar biskup A3. Svartur á betri leik sem er riddari B6 og riddarinn er á leiðinni á C4 sem er óþægilegt fyrir hvítan og eftir biskup A3 hér kemur riddari C4, hrókur C1 og riddari E4 og svartur stendur á mínu viti ákaflega vel í þessari stöðu. Hann getur notað sér opnu línundar á drottningavagnum, hýrt peðið á D6 þegar honum sýnist og riddarinnir eru mjög sterkir. Förum þá tilbaka í stöðuna hér eftir vorum að skoða hvað gerist eftir biskup E2. Við skulum sjá hvað gerist eftir þennan leik hérna H3. Hér ætti svartur að mínu viti að drepa á F3. Hvítur á þá tvo möguleika. Hann getur tekið þetta tilbaka með peði. Þá mæli ég með að svartur leiki riddari B til D7 og svarið þessum F4 leik hvíts með að leika bara E6. Svartastaðan traust eins og áður. Svartur stillir öllum peðunum sínum upp á hvítareiti og er með svartölda biskupin. Ef hvítur læsir miðborðinu með að leika C5 getur svartur leikið biskup E7 og svo G6 og núna drottning B8 sem getur stutt við peðan á drottningavagnum til þess að fá eitthvað mótspil og eftir leiki eins og drottning C2 og A5 getur svartur leikið hérna riddari H5, biskupin getur farið á H4 og svartur getur ef hann vill læst peðastöðunni með að leika F5 eða telt upp á að brjóta upp miðborð með að leika F6 eða F5. Svartur hefur eiginlega bara val þar á milli. Þetta krefst endar töluvert undirbúningsvendar. Förum tilbaka í H3 og biskup drepur F3 og sjáum hvað gerist ef hvítur drepur hérna með drottningu á F3. Hér á svartur skemmtilega möguleika sem felst í því að sprengja upp miðborðið strax. Byggist á því að drottningin er komin svolítið úr vörninni á drottningavagnum og þessi riddari getur lent í vandræðum á C3. Svartur leikur hérna E5
og eftir d-drepur e5 biskup b4. Hvítur verður að valda rittarann með biskup d2 og þá getur svartur drepið hérna á c3. Biskup drepur og rittari e4. Sjáum að ef biskupin fer eitthvað á þessari skálinu getur komið drottning a5 og hvítur tapar. Þannig að biskupin verður að halda sér á þessari skálinu hér. Og hér kemur b-drepur c4. Hér á hvítur 2 leiki, annarkvort b-drepur c4, drottning b6, a3 og a5, c-drepur d5 og c-drepur d5 og biskup d6 og núna drottning b2 sem er mjög ógnandi leikur. Og í þessari stöðu á svartur að minnstakosti þráskák eftir drottning c3, kongur e2 drottning b2 skák, en getur telt upp á meira ef hann vill. Þannig að í þessari stöðu hér er annar leikur fyrir hvítan drottning g4 og þá getur svartur leikið þessum leik hérna c5, gefum biskupnum mjög vandræði ef við meinum að biskupnum má ekki fara á skálínunni. Þannig að hvítur verður að leika f3 og þá c-drepur b4, f-drepur e4 og stuttrákun. Þetta er dálítið sérkennileg staða. Hvítur er með 3-peð á miðborðinu og er ekki búinn að koma kóngnum sínum í almennilegt skjól og svartur fær að mínum mati býsna góð færi eftir e-drepur d5, drottning drepur d5, biskup drepur c4, drottning drepur e5. Og plan svarts er þá seinna meir að búa sér til mótspil með a5 og jafnvel a4. Drottningin getur bakkað á e7 eða c7 ef hún þarf og rittarinn tekið við á e5 þar sem hann stendur ákaflega vel. Svartur ætti að eiga fín færi í þessari stöðu. Takk fyrir þetta.